jafna leikinn með jarðhitavæðingu allt land. Það stefna ríkisstjórnarinnar. Þess vegna ákváðum við að setja milljarð í styrki til leitar og nýtingar jarðhita á krefjandi svæðum, og ég ætla ekki að segja köldum svæðum af því köld svæði ekki til, eins og kemur svo skýrt fram í uppfærðu jarðvarmamati hérna á eftir. Jarðhitinn út allt, það þarf bara að finna hann og beisla hann, og það nákvæmlega það sem við erum að gera með átakinu Jarðhiti jafnar leikinn. Það snýst að lækka húshitunarkostnað þar sem hann mestur, það snýst að létta kostnaði af atvinnulífi, sveitarfélögum og grunnþjónustu, það snýst að jafna aðstöðumun út allt land, það snýst orku sparnað og jafnt aðgengi að auðlindurum sem við eigum hérna saman. Nú staðan þannig að rúmlega 90% af heimilum landsins hafa aðgang að hitaveitu, en eftir standa tæplega 10% sem búa við rafhitun sem rándýrt og óhagkvæmt. Jarðhiti jafnar leikinn miðar að því að berja niður þetta hlutfall og þannig nálgumst við smám saman lokametrana í hitaveituvæðingu á Íslandi. Vilhjálmur Hilmarsson, formaður Loftslags- og orkusjóðs, mun fara yfir úthlutun styrkjana hérna á eftir. Hann mun fjalla það hvernig aðferðafræði var beitt við valið og hvernig styrkirnir dreifast landið. Hann mun líka fjalla væntan þjóðhagslegan ávinning af átakinu Jarðhiti jafnar leikinn. Þetta eru 18 verkefni sem munu raungerast á tímabilinu 2025 til 2027 og þetta eru verkefni sem endurspegla ólíkar aðstæður á landinu og sýna kraftinn, frumkvæðið og framkvæmda viljan sem býr í orkufyrirtækjunum okkar og sveitarfélögum hvarvetna á landinu. Gróflega getum við skipt verkefnunum í tvennt. Annars vegar erum við að tala staðfestan jarðvarma sem verður virkjaður með varmadælum og jöfnunartöngum og þarna mjög auðvelt í rauninni að meta áætlaðan orkusparnað. Hins vegar það svona hefðbundnari jarðhitaleit og rannsóknarboranir á svæðum þar sem vísbendingar eru að finna megi nýtanlegan jarðvarma og þetta eru verkefni í grennd við þéttbýliskjarnaverkefni sem áætlað að verði þjóðhagslega hagkvæm og skili miklum raforkusparnaði, létti þannig á niðurgreiðsluþörf og feli í sér umtalsverðan sparnað fyrir ríkissjóð til lengri tíma. Umhverfis- og orkustofnun áætlar að með þessum styrktu verkefnum geti losnað á bilinu 80 til 120 gígavattstundir af raforku út í kerfið og mest af orkunni losnar einmitt á veturna þegar framleiðslugeta raforkukerfisins einna veikust. Þannig þetta dýrmæt vetrarorka og 80 gígavattstundir ekkert smotterí. Þessi raforka samsvarar almennri raforkunotkun 20.000 heimila, samsvarar raforkunotkun 27.000 rafbíla sem eru 80% af öllum rafbílum sem eru í umferð í dag. Þegar Vilhjálmur búinn að fara yfir styrkveitingarnar þá mun Elena Dís Víðisdóttir frá Orkubúi Vestfjarða og svo Glúmur Björnsson frá Hefveitum. Þau munu koma hingað upp og segja okkur frá ljóslifandi dæmum það hvernig árangursrík jarðhitaleit getur breytt leiknum fyrir heilu byggðarlögin. Steinunn Hauksdóttir frá Ísor ætlar svo að segja okkur frá uppfærðu jarðvarmamati sem gefið út í dag og niðurstöðu þess gefa tilefni til bjartsýni, svo virðist sem jarðhitaauðlind Íslands sé jafnvel ennþá kraftmeiri heldur en áður var talið og tækifærin enn meiri. En það gerist ekkert af sjálfu sér. Það skiptir máli að það sé pólitískur vilji til þess að beisla þessa auðlind og grípa þessi tækifæri og þetta það sem ég ætla að fjalla hérna í lokin, næstu skrefin í jarðhitaleiðangri ríkisstjórnarinnar og það hvernig næstu blaðsíðurnar í sögu jarðhitanýtingar á Íslandi gætu litið út. En nú vil ég bjóða Vilhjálm Hilmarsson velkominn hingað upp. Hann ætlar að segja okkur frá styrkjunum og úthlutun þeirra. Takk. Takk fyrir. Já, ég ætla að segja ykkur stuttlega frá úthlutunum sjóðsins til átaksins Jarðhiti jafnar leikinn og matskvarðana og að lokum það sem
mér þykir hvað áhugaverðast af þessu sem þjóðhagslegi ábatinn. Það var milljarður króna auglýstur til úthlutunar á vordögum 2025. Það er ánægjulegt að hvað var mikil umfram eftirspurn í átakinu og mikil áhugi. Það var sótt 4 milljarða til 48 verkefna. Það komu flestar umsóknir frá Vestfjörðum og Austurlandi. Nú styrknum ráðstafað til 18 verkefna af 48. Stjórn leggur áherslu á gagnsæi við úthlutun og það verður gefin út skýrsla með það sem gerði grein fyrir matskvörðum og forgangsröðun núna seinna í dag. En aðalatriðin eru þau að það eru 9 verkefni styrkt fyrir 500 milljónir tengt rannsóknarborunum, jarðhitaleit. Það eru 7 verkefni fyrir 500 milljónir til varmadæla og 50 milljónir fara í varmageymslur. Og til að stikla á stóru þá voru skilyrðin að þetta þarf að tengjast jarðhita til almennrar húshitunar. Þetta séu verkefni á vegum sveitarfélaga og eða orkufyrirtækja. Við litum sérstaklega til þess hversu mikill samdráttur er líklegur í losun gróðurhúsalofttegunda, rafmagnssparnaður og olíusparnaður og horfum líka til þess hvort það væri verið að auka eða tryggja nýtingu starfandi dreifikerfa. Áður en ég segi ykkur frá úthlutuninni þá vil ég taka fram að stjórn tók ákvörðun að lækka styrkhlutfall frá 67% niður í 50%. Það voru mjög mörg verkefni sem skoruðu svipahátt og við vildum auka fjöldan sem fær styrk og við teljum það ekki koma niður á raunhæfni þess að þau raungerist það sem að það eru fjárhagslega stöndug fyrirtæki að baki. Ef við skoðum þessi 18 verkefni, við bara stikla á stóru, þá eru það 5 á Austurlandi. Það fyrir mikið til Seyðisfjarðar, 170 milljónir, jarðhitaleit, miðlæga varmadælu og jöfnunartank. Á Norðurlandi eystra það nýting jarðhita til húshitunar í Langanesbyggð og jarðhitaleit við Selalaug, 30 milljónir hvor. Á Vestfjörðum það Patreksfjörður sem stór með 200 milljónir annars vegar í varmadælur og jarðhitaleit. Á Vesturlandi það borun á jarðvarmahólum fyrir varmadælukerfi og Suðurlandi það 4 megavatta varmadæla fyrir Vestmannaeyjar. Og stærsta verkefnið sem við erum að styrkja þessu sinni jarðhitavæðing Víkur í Mýrdal. Það sem við gerum og ætlum okkur að gera varðandi allar úthlutanir héðan í frá að meta áætlaðan ábata. Þannig að ef við setjum aðeins þessar oft þurru tölur í eitthvað svona samhengi í raunheimum, þá það þannig að við metum sem svo að ávinningur sem tengist rekstri kynntra veitna, sem talið að muni skila sér að mestu með frekari borunum, varmadælum og jöfnunartöngum, hann metur upp á 80 gigawattstundir. Það miklu meiri óvissa ávinning af jarðhitaleitinni en þar svona mestu hámarki gæti verið 40 gigawattstundir. Nú ég aðeins með bakgrunn í hagfræði og kostnaðar ábatagreiningu og langar kannski aðeins að setja þetta í samhengi fyrir ykkur. Fyrst, við getum sett þetta í samhengi við virkjanir. 80 til 120 gigawattstundir. Orkuvinnslu geta ljósafóstöðvar 105 gigawattstundir. Þannig að einhver myndi segja að sjóðurinn sé núna að byggja virkjun. Ef við skoðum þetta bara út frá þeim aðferðum sem notaðar í kostnaðar ábatagreiningu við að meta þjóðhagslegan ábata, þá markaðsvirði 80 til 120 gigawattstunda, ballpark, af raforkusparnaði, ef við skoðum bara markaðsvirði á niðurgreiðslu, 2 til 3 milljarðar króna á verðlagi 25, á móti 1 milljarðs fjárfestingu. Sem stjórnarformaður sjóðsins þá myndi ég bara segja að þetta væri ágætt arðsemi. Og svona erum við að skoða þetta.
Við erum að tala um að veita styrkjum til þjóðhagslegra ábatasama verkefna og horfa aðeins á það að umhverfismál eru líka efnahagsmál. Og mér finnst þetta bara sérlega ánægjulegt að sjá raforkusparnaðinn og þjóðhagslegan ábata sem af þessu leiðir. Takk fyrir. Svona. Já, ég heiti Elína Dís og ég kem frá Orkubúi Vestfjarða. Ég ætla að segja ykkur svona aðeins af þeim verkefnum sem við hjá Orkubúinu höfum verið í sem snúa að jarðhitaleit og nýtingu jarðhitans inn á fjarvarmaveitunar okkar. Þetta eru verkefni sem að fengu góða vítamínsprautu eftir fyrri úthlutun úr jarðhitaleita átaki stjórnvalda og fá núna auki styrk og ég langar bara að nýta tækifæri og þakka fyrir það. Við kunum vel að meta þetta og þetta skilar sínu. Og hefur gert það og sýnt það í okkar tilfelli. Ég ætla að segja frá Ísafirði og Patreksfirði en þar hefur við verið í borunum og þessu verkefni, hvernig við nýtum jarðhitann inn á veiturnar á svæðinu. Byrja bara eins að staðfæra okkur, hérna eru annars vegar á Ísafirði og hins vegar á Patreksfirði. Sjáum dreifikerfi veitunar og svo eru þessi rauðu punktar hérna eru borholurnar sem stendur til að virkja. Já, reksturinn í dag, rafkyntar hitaveitur eru í dag búin að rafköllum sem nýta raforku beint til húshitunar. Orkunýtnin í þeim er í hlutfallinu 1 á móti 1 sem þýðir í rauninni það að til þess að framleiða 1 kílóvattstund af hita þá notum við 1 kílóvattstund af raforku. Þessar rafkyntu veitur þær hafa reitt sig á skerðanlega orku og lágt verð á skerðanlegri orku var í raun grundvöllurinn að því að þessum veitum var komið á koppinn. En eins og við þekkjum að þá hefur verð á skerðanlegri orku hækkað umfram aðrar verðhækkanir í rafmagni og ásamt því þá eru skerðingar orðnar tíðari og þær standa líka yfir í lengri tíma eins og árið í fyrra sýndi okkur svona hressilega. Rekstur veitnanna verður í takti við þetta þyngri og þyngri en þegar gripið er til skerðinga í raforkukerfinu að þá notum við brennum við olíu til húshitunar með miðlægum olíukötlum eða brennurum í kyndistöðunum okkar og það með tilheyrandi kostnaði og kolefnisspori. Við hjá Orkubúinu höfum verið ófeimin að segja það að þessar veitur þær eiga sér ekki framtíð í óbreyttri mynd og þess vegna leitum við leiða til þess að finna þessum veitum framhaldslíf. En á þessum stöðum sem við erum að ræða hérna núna, Ísafirði og á Patreksfirði voru vísbendingar að jarðhita mætti finna í grændu veiturnar og eins og við sáum hérna á fyrstu myndinni þá erum við nú bara nokkuð nálægt veitunum sem er jákvætt. Þannig að það var fyrsta skrefið og að okkar mati svona vænlegast til árangurs og myndi skilast hvað mestum árangri ef við fyndum jarðhita sem mætti nýta með varmadælum inn á veiturnar. Það hefur í raun orðið mikil áherslu breyting hjá okkur í jarðhitaleitinni og ég vil trúa því að það endurspeglist í þessari skýrslu sem kemur út í dag að það er ekki einungis, við erum ekki einungis að horfa á það að finna vatn sem er það heitt að það megi nýta beint inn á veiturnar, heldur einnig volt vatn í miklu magni sem má þá nýta á varmadælur sem skerpa á hitanum. Rekstur veitnanna, hann veitir ekki svigrúm í stóra fjárfestingar eða fjármögnun á til dæmis jarðhitaleit eða öðru og þess vegna var leiðin hjá okkur til framkvæmda að sækja í styrki á borð Orkusjóð og jarðhita átak. Við gerum það og fengum styrk og upp frá því að þá var svona þráðurinn tekin upp að nýju með þessum nýju forsendum. Við byggðum á fyrri rannsóknum og í miklu og góðu samstarfi við jarðfræðinga hjá ISOR var lagt nýtt mat á stöðuna á þessum svæðum og í raun þeim svæðum í kringum allar rafkyntu hitaveitur sem Orkubúið rekur. Niðurstöður þessara vinnu voru staðsetning á nýjum rannsóknar- og vinnsluhólum en með styrk úr fyrir úthlutun þessa jarðhita átaks gátum við ráðist í þær boranir
Ávöxtur þeirra eru afkastamiklar vinnsluholur bæði á Ísafirði og á Patreksfirði, þannig að árangurinn er vægast sagt góður og jarðhitinn fundinn eftir nokkuð langa leit. Núna í framhaldinu þá hefur verið ákveðið að virkja þessi svæði með fjárfestingu í varmadælum. En varmadælurnar þær nýta orku úr jarðhitavatninu og flytja hana inn á lokað dreifikerfi hitaveitunar og með því snarminnkar raforkuþörf veitnanna. Já, svo bara held ég að fara beint hérna í næstu. En á Ísafirði að það má reikna með því að orkunýtnin með þá nýtingu jarðhitans innan varmadælu verði svona í þessu hlutfalli 1:6, samanborið við 1:1 sem við sáum hérna í byrjun eins og þetta er hjá okkur í dag. Hér sjáum við sýnidæmi frá veitun á Ísafirði, annars vegar rauntölur frá árinu 2024 og svo hins vegar svona sviðsmynd sem við sjáum fyrir okkur þegar við erum komið með alla veitun á Ísafirði í rekstur með nýtingu jarðhitans eins og í því magni og hitastigi sem við þekkjum í dag inn á varmadælur. Orkunotkunin í veitun á Ísafirði er 50 gigawattstundir og hún er svo sama í þessum tveimur sviðsmyndum og sjáum áhrif skerðinga eins og voru í fyrra og þau eru bara gríðarleg og það er ljóst að við þolum ekki fleiri svona ár. Ný sviðsmynd, raforkunotkun í kyndistöðunum okkar lækkar þetta 80% sem er töluvert og já, en í dag er öll hitaorka framleidd með raforku og olía en í nýrri sviðsmynd er þá orkan sótt úr jarðhitanum. Já, veitan á Ísafirði er svo stærsta í rekstri orkubúsins en Ísafjörður er líka stærsti þéttbýlisstaður landsins sem býr við þessa hefðbundnu rafkyndu hitaveitu sem sækir ekki neina orku úr umhverfinu. Á Patreksfirði er í raun sömu sögu að segja, það er bara gríðarlegur árangur, erfiður rekstur í dag og þessi nýja sviðsmynd finnst okkur líta bara vel út og spennandi en orkunýtnin þar er áætluð á bilinu 1:4 en það má kannski taka fram að við erum svona styttra á veg komin á Patreksfirði, það er svo stutt síðan að við fundum vatnið. Já, svo er það ávinningur þessa aðgerða, hann er augljós bæði fyrir Orkubú Vestfjarða og ekki síður íbúana á svæðinu. Raforkukaup veitnanna á Ísafirði og Patreksfirði samanlagt dragast saman tæp 80% en það eru, og með því losnar þá þessar rúmar 51 gigawattsstund af raforku og það er búið að setja þetta í alls konar samhengi sem að segja mikið en ég var með mitt take á það að svona meða við til dæmis okkar stærstu virkjun á Vestfjörðum, Mjólkávirkjun, að þá gætum við sett þennan jarðhitafund í skala á svona 8 megawatta virkjun sem er bara töluvert. Aðgerðirnar stuðla að stórbættri orkunýtni og losa framboð á raforku án kostnaðar sem fylgir því að byggja nýja virkjun og þá tilheyrandi umhverfisáhrifa. Já, verkefnið er einnig í takt við loftslagsmarkmið orkubúsins sem og ríkisins. Þar sem að jarðefnaeldsneyti er skipt út fyrir græna orkugjafa en rafkyrtar hitaveitur standa undir langstæðstum hluta af kolefnisspori Orkubús Vestfjarða og við þessa aðgerð eina þá má gera ráð fyrir því að kolefnisspor orkubúsins lækki 75%. Það er þess vegna óhætt að segja án styrkja eins og þessara sem eru kynntir í dag þá væri þetta ekki hægt. Ávinningurinn er augljós, betri lífsgæði, viðsnúningur í rekstri, bætt orkunýtni og aukið framboð á raforku. Takk fyrir mig. Já, góðan daginn öll sömul. Ég ætla aðeins að fara yfir Seyðisfjörð sérstaklega, kannski vegna þess hversu ríkulega hann var styrktur í dag og við erum mjög þakkláttir fyrir það, enda
tekið undir með Elenu eins og hún sagði að þá skipta þessi styrkir verulegu máli og við höfum fengið styrki líka í síðustu úthlutun sem að hafa skipt öllu máli fyrir okkar rekstur. En já, sýn okkar hjá HEF er bara að vera metnaðargjörn og HEF veitur, fólk getur kannski þekkt þetta sem Hitaveita Egilsstaðafella eins og þetta hét áður og veitufyrirtækið í Múlaþingi. En ég heiti Glúmur Björnsson og jarðfræðingur og verkefnastjóri hjá HEF. Nú, Elena fór á þessu þokkalega vel yfir þessar fjarvarmaveitur en þar miðlægur rafketill eins og á Seyðisfirði sem hitar allt vatnið í stað þess að við notum jarðvarma til þess og á Seyðisfirði eru 124 hús tengd við dreifikerfi fjarvarmaveitunar og lágt raforkuverð hefur náttúrulega verið algjör forsenda þess að þessar veitur hafa getað rekið sig og nú það aðeins að breytast og það var eiginlega samið skerðanlega raforku og þegar kemur til skerðinga þá náttúrulega forsendan lágt orkuverð algjörlega brostin auk þess sem að raforkuverð hefur verið að hækka mikið og þar lendi reksturinn erfiður. Og á Seyðisfirði hefur ekki mikil nýsköpun endurbætur verið settar í fjarvarmaveituna og þangað langar okkur að verulega að bæta í. Nú, sagan sú að Seyðisfjarðar kaupstaður byggir veituna 81 og nokkur síðar kaupir svo Rarik veituna af sveitarfélaginu og þeir fá 25 ára einkaleyfi til reksturs hennar. Á þeim tíma farið í jarðhitaleitar átak í kringum aldamótin og það bar ekki merkjanlegan árangur en það langar okkur að halda áfram og gera betur, sjá hvort það ekki hægt að leysa rekstrarvandann með jarðhita eða að einhverju leyti. En 2017 rennur einkaleyfi Rarik út og þeir sækjast eftir því að hætta rekstri veitunar. Og þá mikil óvissa hvernig framtíð hennar gæti orðið á Seyðisfirði vegna þess að það var ekki sjálfgefið að yfir höfuð halda rekstrinum áfram. En óvissu tímabilinu lýkur kannski bara núna í byrjun árs þegar að HEF veitur taka við rekstrinum. Og hérna sjáum við undirritun kaupsamnings milli Rarik og HEF en þar hefur Múlaþing milligöngu sem eigandi HEF. Nú, stefna var strax tekin á það að standa með veitunni og við lítum á það sem lífskjaramál fyrir íbúa Seyðisfjarðar að hafa aðgengi að sameiginlegri tryggri orku og reyna að nýta stærðarhagkvæmnina og okkur langar að fjölga notendum og auka hagkvæmnina með varmadælum og jöfnunartæki og fleiri úrbætum og höfum þegar sett á stað svona minni háttar endurbætur á stýringum og þess háttar. Nú, við sjáum kannski úrbætur þessarar veitu svona í 4 þáttum. Það fyrsta lagi jarðhitaleit sem kannski komin aðeins skemmur á veg heldur en á Ísafirði og Patreksfirði en þó tækifæri og ef það gengur ekki þá það leitað einhverjum öðrum varmagjafa og svo það uppsetning varmadælu, miðlægrar varmadælu á þetta dreifikerfi og sömuleiðis jöfnunartanks. Og svo endurbætur á dreifikerfinu og tenging fleiri notenda. Enda ekki allir tengdir við kerfið á Seyðisfirði og við horfum auðvitað til þess að deila reynslunum með til dæmis þá sérstaklega Orkubúi Vestfjarða og öðrum svæðum sem eru eftirlit í svipuðum stöðu og hérna við ættum að geta nýtt sameiginlega þekkingu til úrbóta. En hérna má sjá orkunotkun í fjarvarmaveitunni á Seyðisfirði eftir mánuðum meðaltöl frá 2017 til 2021 og þetta kannski svolítið óræðar tölur en þetta 13,5 gigawattstund á ári. Nú við tölum varmadælu, við þurfum einhvern varmagjafa og þar auðvitað hefðbundin jarðhiti sem kannski ekki í fullum nýtingarhita hægt að nota eins og stefnan á Vestfjörðum en einnig hægt að nýta jarðvarma sem virðist í fyrstu ekki vera eins heitur en það mikil orka í jarðvegi eða volgurum og öðru þess háttar.
Svo hafa menn notað sjó og andrúmsloft og gladdvarma þar sem það er í boði, en einnig hefur sorpbrennsla komið til tals í þessu samhengi. Nú, með uppsetningu varmadælu þá má ná fram gífurlegum orkusparnaði og við metum að það geti jafngilt 8 til 10 gigavaststundum á ári á Seyðisfirði. Og það er eins og rúmlega megawatts virkjun til að setja í samhengi. Jöfnunartankur er hitt stóra verkfærið sem okkur langar að nýta og það er í raun og veru bara stór einangraður vatnstankur sem að geymir varmaorku og þá má sjá fyrir sér að kaupa ódýrari raforku á næturnar þegar hún er í boði og kynda þarlendi minna á daginn og nota þennan varma sem við geymum. Einnig stendur hann af sér rafmagnsleysi og skerðingu til skamms tíma og viðhaldsstöðvanir. Þannig að það má jafnvel sjá fyrir sér að olíukendillinn sé að miklu leyti orðinn óþarfur með uppsetningu jöfnunartanks. Og já, við getum stýrt hérna hæðinni í tanknum ekki eftir framleiðslu getunni, heldur eftir orkuverði og aðstæðum. En já, stóra markmið er í rauninni orkusparnaður. Það er það sem við sjáum fyrir okkur með þessum aðgerðum og lækka þar með rekstrarkostnað og gefa okkur meira svigrúm til að styrkja innviði. Og við viljum auðvitað geta lækkað verð til íbúa líka og það hvetur vonandi fleiri til að tengjast veitunni á Seyðisfirði. Það er mikið atriði fyrir okkur líka. Og þetta vinnur allt hvort með öðru og er ein heild en þetta við sjáum að á Seyðisfirði og fleiri stöðum eru mikil tækifæri fyrir þróun og það er sú braut sem við erum á. Takk. Takk fyrir þetta, Glúmur, og takk fyrir Elena og Vilhjálmur. Nú er komið að því að kynna uppfært jarðvarmamat Ísor og það er Steinunn Hauksdóttir frá Ísor sem ætlar að segja okkur frá því. Takk. Góðan dag, ráðherra og aðrir gestir. Ég ætla að kynna fyrir ykkur helstu niðurstöður þessara skýrslu sem að við höfum unnið fyrir ráðuneytið í samstarfi við Umhverfis- og Orkustofnun og hún nefnist jarðvarmamat, mat á varmaforða, varmaflæði og framtíð jarðhitanýtingar. Og nú ætla ég að reyna að finna hana hér. Nú, á þeim 40 árum sem eru liðin frá því að fyrst var gert ítarlegt jarðvarmamat fyrir Ísland, þá hefur þekkingin á jarðhitaauðlindinni aukist verulega. Til dæmis hefur uppsett afl í raforkuframleiðslu með jarðhita 16-faldast á þeim tíma sem liðin er síðan 1985. Og í uppfærslu jarðvarmamatsins sem við kynnum hér, og þá lítum við til þeirra rannsókna og samantekta sem hafa verið unnin síðustu áratugina og byggjum að sjálfsögðu á þeim grunni sem að fyrri kynslóðir hafa lagt. Og meðal þeirra gagna sem að við notuðum við vinnuna voru mælingar og gögn úr yfir 3000 borholum, bæði rannsóknar og vinnsluholum, nýlegt gagnasafn náttúrulegan jarðhita á yfirborði, þar með talið hita og rennsli, ýmis jarðvísinda og vinnslugögn sem eru varðveitt í gagnagrunnum Ísor og Umhverfis- og Orkustofnunar og nýlegar úttektir Ísor árangur jarðhitaborana og stöðu hitaveitna á Íslandi. Eins og skýrslan ber með sér þá er hér að ræða efni sem að krefst sérfræðiþekkingar á sviði jarðeðlisfræði, jarðfræði og jarðhitanýtingar en ég ætla að reyna að stikla á helstu niðurstöðunum á næstu 2 glærum. Í matinu er lögð áhersla á það tvíþætta eðli jarðhitans sem felur í sér varmaforða í berggrunni Íslands og svo varmaflæði ystu lög jarðskorpunnar. Varmaforðinn reynist afar mikill og myndi til dæmis 1% hans nægja núverandi orkuþörf landsmanna í 45.000 ár. Og náttúrulegt varmaflæði til yfirborðs er metið 37.000 megawatt og er tæplega helmingur þess háhitasvæði landsins.
Og í ljósi niðurstaðna jarðvarmamatsins þá má segja að það séu engin köld svæði á Íslandi. En þau eru augljóslega miskrefjandi til nýtingar. Og í gosbeltunum, og það eru svæðin utan háhitasvæðana, er gríðarmikill varmaforði fólginn, en gosbeltin eru að mestu enn órannsökuð með tilliti til jarðhitanýtingar. Og við úrvinnslu gagna þá komu fram vísbendingar landsvæði þar sem jarðhiti er mögulega vannýttur í dag og þar má til dæmis nefna Vestfirði en gögnin sýna að þar er náttúrulegt flæði jarðhita talsvert en nýtingin ekki sambærileg með hliðsjón af öðrum svæðum landsins. Nú í lok skýrslunar uppfært jarðvarmamat þá höfum við lagt fram nokkrar tillögur og ábendingar framtíð, rannsókna og jarðhitanýtingar. Fyrst ber að nefna grunnrannsóknir og stefnu stjórnvalda. Uppfært jarðvarmamat er grundvöllur fyrir formun stefnu og aðgerðaáætlunar stjórnvalda til framtíðar. En slík áætlun þarf að fela í sér grunnrannsóknir ásamt öflun gagna jarðhitaauðlindina og nýtingu hennar. Nú grunnrannsóknir á sviði jarðhita, til dæmis jarðfræði kortlagning, viðnámsmælingar og rannsóknarboranir, hafa hingað til nær eingöngu farið fram á svæðum sem eru nú þegar í nýtingu. Á kortinu sjáum við þekju jarðfræðikorta í mælikvarðanum 1/100.000 en við höfum náð að kortleggja það bil helming landsins í þeim mælikvarða sem er algjört lágmark til að nýtast til hvers konar auðlindarannsókna og þá ekki bara jarðhita heldur annarra náttúrulegra auðlinda. Nú að frekari rannsóknum og eftirliti þarf einnig að sinna samhliða uppbyggingu jarðhitanýtingar sem er gerð í skrefum. Í jarðvarmamatinu kemur skýrt fram að gosbeltin utan háhitasvæða eru stór varmaauðlind sem er að mestu ókönnuð. Þessi svæði gætu hentað til nýtingar með svokallaðri EGS-tækni en nú þegar eru öflugir aðilar í Bandaríkjunum og Evrópu að vinna frekari þróun á henni og íslensk orkufyrirtæki hafa einnig hafið undirbúning á því. Og þegar horft er til hinna mörgu þekktu háhitasvæða á Íslandi og orkunar sem í þeim býr, þá gætu þau verið mjög öflugir orkugjafar. Ekki síst ef tekst að nýta rætur þeirra með djúpborun, þar sem hiti er hár og orkuinnihald vökva mjög mikið. Áhugi á þessu hefur aukist mikið í heiminum á síðustu misserum og eru Íslendingar með að leiðandi þjóða á því sviði og í undirbúningi eru að minnsta kosti 2 djúpborunarverkefni á Íslandi á næstu árum. Nú þá er það nýting lághitasvæða sem felur í sér beina nýtingu jarðhitavatns aðallega til húshitunar, baða eða iðnaðar, en við áframhaldandi þróun á nýtingu hefðbundins jarðhita á lághitasvæðum þá er mjög mikilvægt að bæta bæði stýringu auðlindarinnar og orkunýtni á yfirborði. Niðurdæling jarðhitavökva að lokinni orkuframleiðslu er lykilatriði í sjálfbærri nýtingu jarðhita. Henni er þó minna beitt á Íslandi en víðast annars staðar í heiminum og einna minnst á lághitasvæðunum. Mikilvægt er að hafa fjölnýtingu að leiðarljósi. Hún geti falist í húshitun, kælingu, matvælaframleiðslu, rafhlöðugeymslu og ýmsu öðru sem nýsköpun og reynsla mun leiða í ljós. Og þegar vinnsla er hafin á jarðhitasvæði, þá er mat á afköstum og eftirlit með viðbrögðum þess einn veigamesti þátturinn til að viðhalda sjálfbærri nýtingu. Nú er horft til þess að nýta spunagreind og vélanám til líkanreikninga fyrir vinnsluspár og afkastamat svæða og efla þann þátt í rekstri nýtingaraðilana. Og hvernig nýtum við jarðhita á svæðum sem eru utan virkra jarðhitasvæða? Og í núverandi jarðvarmamati kemur fram að ekkert svæði á Íslandi er raunverulega kalt. Fræðilega má allstaðar sækja varma í jarðskorpu landsins. Það þarf eingöngu að skoða hvaða vinnslutækni hentar hverju svæði. Og stuðningur stjórnvalda sem við heyrðum hér áðan við jarðhitaleit hefur reynst mjög mikilvægur og árangursríkur til að finna nýtanlega jarðhita í nágrenni þéttbýla. Og nýting með varmadælum hefur aukist hér á landi en vægi þeirra er þó lítið enn sem komið er. Nú þótt núverandi jarðvarmamat nái ekki út fyrir landsteinana þá er nýting jarðhita á hafsbotni möguleg framtíðarsýn.
Þekking á jarðfræði hafsbotnsins er forsenda ákvarðana auðlindanýtingu en rannsóknir innan íslenskrar lögsögu eru skammt á veg komnar. Nokkur jarðhitasvæði eru þekkt suðvestan og norðaustan við landið og nýlega voru gefin út fyrstu leyfin til jarðhitaleitar og rannsókna á hafsbotni. Niðurstöður þessa jarðvarmamats gefa ástæðu til bjartsýni varðandi framtíð jarðhitanýtingar á Íslandi. Forsendur eru áframhaldandi efling þekkingar, tækniframfarir og sjálfbær nýting auðlindarinnar. Heildstætt jarðvarmamat fyrir Ísland er hér kynnt og getur orðið mikilvægur grunnur og hvatning til þeirra nýsköpunar og framþróunar sem nauðsynleg en auðvitað þarf að taka mið af ýmsu öðru en tæknilegum áskorunum eins og kröfum og þörfum samfélagsins. Á heimsvísu er nýsköpun og rannsóknir í jarðhita leitar áfram af rannsóknar- og fjárfestingasjóðum ásamt orkufyrirtækjum og í sífellt meira mæli eru olíufyrirtæki að færa sig yfir í jarðhita og leita nýrra lausna á grundvelli sérþekkingar þeirra. Og með áframhaldandi nýsköpun þá mun jarðhitinn gegna lykilhlutverki í grænum orkuskiptum á heimsvísu. Og fjölþættari nýting auðlindarinnar bæði hvað varðar hvar varminn er sóttur, hvernig hann er nýttur á yfirborði, bætt nýtni, þróun djúpborunar og samþætting við aðra hreina orkugjafa mun tryggja að jarðhitinn hann verður mikilvægur þáttur í sjálfbæru samfélagi framtíðarinnar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Steinunn. Jarðhitinn stendur undir meir en 60% frumorku notkunar á Íslandi og sér yfir 90% heimila fyrir varma. Það er óhætt að fullyrða að hvergi í heiminum leikur jarðhiti jafn veigamikið hlutverk og á Íslandi. Og það er bæði vegna þess að hér eru jarðfræðilegar aðstæður einstakar eins og Steinunn fór hér yfir. En það er líka vegna þess að fyrri kynslóðir sýndu framsýni og beisluðu þessa auðlind. Við höfum náð ótrúlegum árangri í þessum efnum. Ísland er með hlutfallslega yfirburði á sviði jarðvarma, svo við notum hugtak úr hagfræðinni. En það sem hefur vantað sárlega er jarðhitastrategía fyrir Ísland og skýr stefna og áætlun. Við getum nefnilega ekki tekið þessu öllu sem gefnum hlut ef við erum værukær og ef við hættum að hugsa stórt eins og fyrri kynslóðir gerðu, þá glötum við forskotinu og þá glötum við samkeppnishæfninni á þessu sviði. Þetta er góður dagur og í dag úthlutum við milljarði til jarðhitaleitar all land og þessi verkefni fara hratt og vel af stað. En leið hefst næsti fasi í átakinu jarðhiti jafnarleikinn og þá ætlum við að hugsa ennþá stærra. Þá hugsum við ekki bara jarðhita sem tæki til þess að jafna lífskjör á Íslandi, heldur líka sem drifkraft verðmætasköpunar og drifkraft atvinnuþróunar all land. Og hver veit nema við beinum sérstaklega sjónum að nýjum aðferðum, að meiri hita, dýpri holum, að jarðhitanýtingu framtíðar næstu kynslóð þar sem Ísland hefur alla burði til þess að vera í leiðandi hlutverki. Næsta jarðhita auglýsing úr loftslags- og orkusjóði verður í þessum anda. Við ætlum að styðja við nýsköpun og tækniframfarir á sviði jarðhitanýtingar. Við ætlum að styðja við jarðhitanýtingu sem uppsprettu fjölbreyttrar atvinnustarfsemi. Við erum að taka frá peninga í þetta og munum auglýsa þessa styrki strax á næstu vikum og samhliða því ætlum við að ganga rösklega til verks og einfalda regluverk og stjórnsýslu þegar kemur að jarðborunum. Fyrstu skrefin verða stigin með lagabreytingum sem ég mæli fyrir strax í október, þar sem við ætlum að afnema kröfuna að gefið sé út starfsleyfi fyrir hverja einustu borframkvæmd. Með þessu styttum við leyfisferilinn umtalsvert og liðkum fyrir mikilvægum framkvæmdum. Steinunn fjallaði hér áðan uppfært jarðvarmamat ISOR og það leiðir okkur kannski að því sem er mikilvægt upp á framtíð jarðhitanýtingar að það sé ráðist í ennþá markvissari jarðfræði kortlagningu heldur en hefur tíðkast. Stjórnvöld hafa fjármagnað landsdekkjandi jarðfræði kortlagningu sem mun að óbreyttu taka marga áratugi en nú þegar samningar við Náttúrufræðistofnun og ISOR
renna út áramótin þá ætlum við að taka upp praktískari nálgun í þessum efnum þar sem kortlagningu svæða verður forgangsraðað meira í þágu samfélags þarfar og í takti við orkustefnu ríkisstjórnarinnar. Síðast en ekki síst þá ætlum við að styrkja alþjóðlegt forystuhlutverk Íslands á sviði jarðhita. Við ætlum að dýpka samstarfið við vinaþjóðir á þessu sviði og beita okkur mjög rækilega fyrir því að hugað sé að sérstöku eðli jarðhitans, að jarðhitin njóti sannmælis í evrópsku orkuregluverki sem auðvitað í örri þróun þessar mundir. Þetta er algjört grundvallaratriði og strax í næsta mánuði stendur umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið fyrir 2 alþjóðlegum viðburðum jarðhitamálefni. Annars vegar erum við með málþing í Brussel í samstarfi við Sendiráð Íslands í Brussel, Grænvang og Íslandsstofu undir yfirskriftinni Our Climate Future, Iceland Geothermal Roadmap for European Competitiveness and Energy Security. Hins vegar stöndum við að hliðarviðburði á Arctic Circle í samvinnu við orkugeiran með yfirskriftinni Super Hot Summit, þar sem fjallað verður sérstaklega tækifæri Íslands og umheimsins á sviði djúpborunar og næstu kynslóðar jarðhita nýtingar, virkjunar ofurheits jarðvarma. Þannig það eru spennandi tímar framundan. Ég vil þakka öllum sem sóttu styrki vegna átaksins Jarðhiti jafna leikinn og þakka Loftslags- og orkusjóði og Umhverfis- og orkustofnun fyrir samstarfið og ykkur öllum sem tóku til máls hér í dag. Þessi leiðangur er rétt að byrja. Þetta er spennandi.